þá verð ég bara að halda áfram. Jæja, verið þið öll velkomin í baðstofukvöld með Roberto Luigi Pagani og Kristborg Bóel Steindórsdóttir. Ég bauð Roberto að koma hingað að spila á Pínu Flífin en hann vildi frekar koma með langspil sitt. Og eins og þið sjáu þá var hann búinn að búa til eftirlíkingu á baðstofu. Hér ekki kalt, það bara úti. Það ekki mygla heldur. Ekki mygla heldur og ekki vonsveikt. Og ég ánægð með ykkur sem að koma út í kuldann, voru með okkur. En við líka heilsa ykkur sem eru heima. Gerið þið svo vel. Takk. Takk fyrir. Ég tilbúin. Ertu tilbúin? Það gaman að fá að vera með ykkur í kvöld og taka þátt í svona baðstofukvöldi. Fyrst sem ég upplega það. Kvöldvaka. Kvöldvöku, já, einmitt. Á ég að segja frá þér? Ætlar þú að segja frá þér? Já, það svolítið vandræðalegt að segja frá mér. Roberto er frá Ítalíu og kom til landsins fyrir 9 árum, er það ekki rétt hjá mér, til þess að fara í mastersnám í miðaldafræðum. Og hann gerði gott betur en það því að eins og hann segir sjálfur þá hefur hann fest hérna rætur og talar reiprennandi íslensku og veit meira menningu Íslands heldur við öll til samans í rauninni, ég get lofað ykkur því. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Þú ert doktorsnemi í háskólanum, ekki satt? Handritafræði. Já. Hefur kennt í háskólan. Handritafræði. Já. Ert rithöfundur. Hún skrifa fullt af bókum Ísland á ítölsku. Ert leiðsögumaður. Hvað var orðið? Menningarmiðlari? Menningarmiðlari. Já, þetta er orðið sem ég elska mest. Já. Ekki áhrifavaldur. Menningarmiðlari. Menningarmiðlari. Því þú heldur úti risastóri heimasíðu með upplýsingum Ísland á ítölsku sem hefur dregið til sín. Þú hefur dregið til okkar fullt af ítölskum ferðamönnum, ekki satt? Það er tæplega 250.000 núna. Fylgjendur. Fylgjendur, já. Já. En bara, ég held að við séum bara öll svolítið forvitin að vita bara hvað verður til þess að þú færir þessa hugdættu að flytja til Íslands og fara í miðaldafræði. Kemur úr hlýjunni og Já. Sko, ég lærði skandinavísk fræði í Milano og fyrsta ári lærðum við íslenskar bókmenntir á miðöldum. Og mér fannst þetta bara stórkostlegt á svona eyju í Norður-Atlantshafi. Fólk hafi fundið tíma og efni til að skrifa svo margar bækur og svo ógaverðar. Og ég var náttúrulega, að lesa Snorra Eddu og Egils sögu og bara eitthvað annað. Og þegar að ég var búinn með B.A. ritgerð, þá þurfti ég að ákveða hvað að gera. Og ég var á Skotlandi þá og ég ákveða að koma hingað bara eina viku af því að þetta var eins og, að fara til Mekka fyrir múslíma, að heimsækja Ísland fyrir fólk í skandinavískum fræðum. Þannig að þetta var svakaleg upplifun af því að ég held að Íslendingar hefðu verið meira eins og Þjóðverjar eða svona þjóð mjög alvarlegir og svo hitti ég mann sem heitir Skjöldur. Ég var týndur út á Granda og ég fór á puttanum og hann stoppaði og það kom í ljós að hann var eigandi ölstofu. Þannig að hann skullaði mér í ölstofu og gaf mér ókeypis bjór og hann var fyrsti Íslendingur sem ég hitti. Þannig að þegar ég fór heim til Ítalíu þá sagði ég við mig, þú verður að fara tilbaka. Ekki bara fyrir bjór, þetta var náttúrulega stór partur af því. Þannig að ég fór aðeins að googla og það kom í ljós að það var meistaranám í íslensku miðaldafræðum og ég var bara þetta er sérstaklega fyrir mig. Af því að ég vissi ekki hvað mér langaði að gera í lífinu, ég langaði bara að sjá í rauninni. Þannig að ég kom hingað á þetta
ætti að vera bara 1 ár. Ég kláraði meistaranámið og svo ákvað ég að fara í doktorsnámi því að mér langaði ekki heim. Af því að Ísland var að verða í rauninni heim þá. Mér leit svo vel hér og svo lífið gerðist og ég byrjaði að gera hitt og þetta, kynntist Láru sem hér með okkur, þannig að hér ég. Svolítið löng saga, of löng kannski, sorry. Nei, þetta mjög góð saga. En svona, við höfum spjallað saman, bara við svona undirbjökum okkur aðeins, pínu. Og þú varst að tala að svona það sem að þú hefur séð þegar þú ert búin að vera að leiðsegja og bara í þinni veru hér, að við erum svolítið, feimin við menningun okkar. Já. Ég held að Íslendingar hafi bara ákveðið að menningi þeirra sé ekki nógu áhugaverð. Þannig að ég sé ekki að það sé gert mikið eða nóg í ferðaþjónustu til að láta ferðamenn vita að það svo mikið til dæmis í íslenskum söfnum eða bókasöfnum. Þannig að fólk kemur hingað og heldur að þetta hafi verið bara sker þar sem fólk var að veiða til að lifa af og ekkert meira, og ég hef svolítið gaman að því að alltaf, þú veist, að segja sögu frá til dæmis síðaskipti, hvað þetta var allt flókið og spennandi og skemmtilegt, og svo segi ég frá bókmenntum og listum og allt þetta sem til, og þetta finnst öllum alltaf eins og kraftaverk sem var upplifun minn þegar ég kom hingað. Þetta var bara, þú veist, það alltaf gott, þú veist, að finna meira en maður að búast við. En hvað heldur þú að hafa orðið til þess að við erum svona, þetta einhver svona, eins og við tölum daginn, bara við höldum að Ísland sé bara norðurljós og álfar? Já, ég held að þetta sé vegna þess að löndin eins og Ítalía, Frakkland og svo leiðist, það var bara gert einhvers konar fyrirmynd fyrir áfangastaði. Þannig að fyrir áfangastaður að vera hágaverður, þá verður það að vera, ég veit ekki, hallir, kastalar, listaverk, eitthvað mjög stórt og flókið og svo leiðis, og það ekkert þannig á Íslandi. Þannig að fólk heldur að það sé ekkert yfir höfuð. En eins og ég segi alltaf að það séu ekki kastalar eða hallir, það þýðir ekki að það engin menning eða saga. Þannig að ég held að þetta sé líka hlutverki leiðsögumanna að láta fólk vita að það mjög margt sem sést ekki. Þú sér ekki söguna en hún samt til. Þannig að það kannski mikilvægra á Íslandi að leiðsögumenn séu mjög vel menntaðir til að láta fólk skilja, því að það erfitt ef að maður alltaf að búast við að sjá kastala. Ef að það eru engin kastala, ok, það bara ekkert sérstak, bara mós. En veistu hvað margar sögur hafa gerst, þú veist, á þessu mósi. Og það mjög áhugavert, og þegar að maður getur sagt frá þessum sögum, þá verður mósið í rauninni mjög áhugavert. En ef að þú ætlaðir að segja okkur inn í baðstofunni frá einhverju sem að kannski þér bara hefur þótt kannski merkilegast eða áhugaverðast, hvaða sögum myndir þú segja okkur? Sko, það í rauninni rosa margar, en ég nefni alltaf síðaskipti. Því að þetta eitthvað sem ég held að það væri gott efni fyrir Netflix þáttaröð. Því að þetta var í rauninni mjög flókið, það sem gerðist. Það var konungsvald í Danmerkur, þeir vilju fá efni af því að Svíþjóð fór úr Kalmarsambandinu og þeir fóru í stríð, þannig að það þurfti fjármagna í rauninni, og hvaðan var peningurinn í kirkjunum, af því að kirkjan var náttúrulega mjög rík á þessum tíma. Og svo byrjaði embættismaður á Íslandi að bara ræna í rauninni klaustrum, en Íslendingar stóðu ekki bara, þú veist, að horfa, þeir gerðu eitthvað í því, og þetta mjög spennandi og flókið saga sem ég skal ekki kannski segja frá í kvöld, af því að þetta mun taka kannski of langan tíma, en ég mæli mig að lesa Annála séra Jóns Egilssonar, því að þetta
eins og að lesa eitthvað glæpasögu. Þetta er bara mjög spennandi og ég vona að eitthvað sé gert í því. Ég fer alltaf meira að segja í Skálholt þegar ég að gera til dæmis Gullna hringinn. Ég bæti við Skálholt sem þú veist, sumt fólk gerir það en kannski, þú veist, ekki flestir, af því að það margt að segja sögu Skálholts og ég segi frá Síðaskipti og Jón Arason og allt þetta saman. Og ég sé í augunum á fólki að, þú veist, það eitthvað sem breytist, það ekki lengur bara, þú veist, hólar, ár eða eitthvað, þú veist, það saga sem byrjar að koma upp eins og draugar, þú veist. Þannig að það eins og það komi önnur lög á landið. Þannig að þú ert líka, þú ert góður sagnamaður, þannig að þú nærð... Ég gerir mitt besta, sko. Já, nærð að kveikja áhuga, sem að þá kannski þeir sem koma til landsins... Það aðal markmiðið, sko. Já, flytja áfram, Já. Það þarf líka, þú veist, eitt sem mér finnst persónulega mjög mikilvægt, að fólk verður að breyta hugarfarinu. Því að þetta sérstaklega erfitt að gera þegar að maður Ítali og ég veit það mjög vel, þar sem ég ítalskur. Fólk kemur hingað og sér til dæmis Krýsuvíkurkirkju. Þetta bara viðurkassi með krossi en ekkert meira. Og það mjög erfitt að gera grein fyrir því að þetta eins ágaverð kirkja og Péturskirkja í Róm. Og hún það, sorry. Ég segi alltaf að það þýðir ekki neitt að hafa Péturskirkju í huga og segja ok, þetta ekki eins glæsileg, eins stór, eins flókin, eins listræn. Því að þetta ekki tilgangurinn. Við erum ekki að bera saman hluti til ákveða, þú veist, hver bestur. Ég segi alltaf svona, ég segi að við verðum að hugsa íslenska kirkju eins og blóm í eyðimörk. Við erum ekki að fara að segja, ok, blóm, þú veist, litlu blómin í eyðimörk sem þú veist, lítil, bleik, eru ekki eins falleg og orkídeur eða eitthvað svo leiðist, þú veist, því að þetta eyðimörk. Það kraftaverk að það sjó blóm yfir höfuð. Þannig að ég segi alltaf, ef við skoðum hvað gerist á öðrum löndum sem eru á, þú veist, svipaðu, hvað heitir þetta svona, latitude? Breiddargráðu. Hvað séru? Breiddargráðu. Breiddargráðu, já, og Ísland. Það fólk sem þú veist, að veiða reyndir og, ég minna, ekkert rangt með það, en þetta kraftaverk að á þessum slóðum fólk hafi fundið tíma til að byggja kirkjur, að smíða hluti, að skrifa bækur, að búa til svona hljóðfæri, til að semja tónlist. Það eitthvað sem við ættum að virða meira. Í staðinn fyrir að bera saman og segja, ok, þetta ekki eins gott og bla bla bla. Þetta óþolandi. En eigum við að taka hljómlistapásu? Viltu kannski eigum við að tala þess þetta hljóðfæri? Sko, þetta heitir langspil. Og þetta eitthvað sem ekki upprunalega sér íslenskt. Eitthvað svipað finnst allstaðar í Norður-Evrópu. Og þetta bara mjög gamalt, mjög fort hljóðfæri til að byrja með. Þetta bara, þú veist, bara kassi í rauninni, strengjum. Ekkert sérstaklega flóki og þetta kom til Íslands kannski á 16. og 17. öld. Þannig að þetta ekki fort hljóðfæri. Og fyrirmynd væri kannski norskt hljóðfæri sem heitir Langelæk, sem spilað eins og ég gerði núna svona. Það eru fleiri strengjar, en það var nú þegar hljóðfæri á Íslandi, sem var upprunalega íslensk, kannski miðalda hljóðfæri, sem hét íslensk fiðla. Þetta var líka kassi með 2 strengjum. En hún var spiluð með boga. Þannig að það kannski þaðan sem kom hugmynd að spila á langspili með boga líka. Ég á fiðlu, íslenska fiðlu, en eins og Lára veit mjög vel, hljóðið á henni hræðileg. Þetta var náttúrulega mjög svona fort og svona basic hljóðfæri fyrir sveitafólk. Þetta aðeins skárra, segjum við.
Við vitum ekki nákvæmlega hvenær langspili kom hingað, en við vitum að Jón Steingrímsson, eldklærkurinn, var mjög góður langspilleikari. Því að þetta kemur fyrir í ævisögu hans. Þannig hann sagði þú veist sjálfan sig að hann var mjög góður að spila. En þetta kom mögulega aðeins fyrr og svo hvarf næstum því á 19. öld þegar að betri, segjum við, hljóðfæri byrjuðu að koma hingað eins og flautur og orgel og fólk fóru aðeins að hætta að spila langspili af því að hlutverki þess var upprunalega að hjálpa fólk að syngja í kirkjum. Af því að það voru ekki orgel í íslenskum kirkjum í margar aldir. En það þurfti að nota eitthvað af því að fólk var mjög falskt. Þetta hjálpaði mikið. Það líka fyndið að því að það bara ein bók sem var skrifuð í miðjum 18. aldar langspilið og maðurinn Ari Simonsen sem skrifaði þessa bók kvartar yfir því að langspilin væru alltaf fölsk. Þannig að þetta dugaði ekki, en fólk gerir bara sitt besta. Já. En höfum við einhverja heimildir það einmitt, hvernig ertu að spila lag sem að þeir spiluðu þarna? Nei, því miður það ekki mikið, af því að það að vissu margt frá miðöldum í miðlaða handritum, en þetta eru kirkjulög, sálmar í rauninni. Og svo kemur Grallarinn sem þið vitið af, sálmabók eftir biskup Guðbrand Þorláksson frá 16. öld, en þjóðlög, það ekki mikið nema í byrjun 20. aldar þegar að Bjarni Þorsteinsson á Siglufirði, séra Bjarni Þorsteinsson, fékk styrk frá Karlsberg. Alþingi vildi ekki gefa honum styrk, en hann fékk styrk frá Karlsberg til að rannsaka þetta og gera safn sem bók núna, heitir Íslenska þjóðlög, og hann skrifaði líka niður margar melodíur, þannig að það hitt og þetta sem við þekkjum sem hann var að skrifa niður, en þetta var náttúrulega fólk sem syngdi bara eitthvað og hann skrifaði niður eins vel og hann gat, svo má ég sjá. Þetta íslenskt. Krummavísa. Já. En ég svolítið forvitin vita því að þú lærðir forníslensku. Samhliða þú varst að læra íslensku. Já. Var það ekki svona stundum? Það var ruglandi. Ruglandi, já. Þannig að þú verður heilsað bara eins og því að þetta var náttúrulega markmið í prófum. Það stóð alltaf, þú verður að nota klassíska staðsetningu, ekki nútíma staðsetningu, þannig að maður lærði að segja, að bera fram, ég veit ekki, maður, en þurfti samt að skrifa maður. Af því að svona var þetta borið fram og skrifað á 13. öld og þetta var svolítið ruglandi og það komu náttúrulega áhrif, þannig að stundum nota ég orð sem ég lærði í forsögunum sem eru ekki lengur í notkun á nútíma íslensku og líka setningarfræði svolítið skringileg hjá mér. Stundum mann einu sinni að ég skrifaði færslu á Facebook, ég var að leita bók og ég skrifaði einhver með eintak bókar þessarar, sem náttúrulega ekki málfræðilega ránt, en það samt svolítið, maður myndi segja af þessari bók í nútíma íslensku, en bókar þessarar það sem maður myndi segja á forníslensku. Wow! Eitthvað sprakk. Nei, þetta gerist ekki á stofunni, það var ekki gos. Nei. En ég minna, við vorum að tala myglu og þú veist, það kom rigning í baðstofum, þannig að fólk var blautt í baðstofum. Já, en hversu bara svona ólík getur þú svara mér á forníslensku eða getur við fengið einhver dæmi svona, hversu ólíkt málið
með við það sem við erum með í dag? Þetta svo lítið erfitt að svara. Já. Þannig að það Skilur þú mig? Já, ég skil þig, já. Já. Sko, beygingafræði er ekki búin að breytast mikið frá íslensku og stafsetningi sem við notum í dag náttúrulega híaldsöm. Þannig að þetta felur einhvern veginn öllum þessum breytingum sem komu í gegnum aldirnar. Ef við lesum til dæmis handrit frá 17. öld, stafsetning mjög öðruvísi en við notum í dag. Eins og til dæmis ég segi á Facebook mjög oft að fólk að skrifa vitlaust, þeir skrifa segja til dæmis með EI. En svona var þetta alltaf skrifa frá 15. öld til 18. aldar. Þegar að fólk ákvaða að þetta var ljótt og við þurftum að skrifa meira eins og það var gert á 13. öld þegar að forsögurnar voru skrifuð. Þannig að þetta eitthvað sem ég rannsakaði í doktorsverkefni, sko, að enginn var náttúrulega borið fram enginn eins og í Vestfjörðunum á 13. öld og svo framburðurinn fór að breytast og stafsetningin líka. Þannig að á 15. öld hefði fólk skrifa EIN, enginn, fengi og svoleiðis. Og svo kom Jón Sigurðsson á 19. öld og sagði að við verðum bara að skrifa enginn því að það lítur svo betur út. Já. En hérna, það sem mest öðruvísi myndi ég segja hérna framburðurinn. Þannig að það voru margar hljóðbreytingar í gangi frá 13. öld hingað til og þú veist, það eru ennþá í gangi núna. Við erum alltaf að kvarta yfir því að fólk að bera fram hluti vitlaust. Ég geri það líka, af því að þetta gerir íslensku erfiðara til að læra. Ef að ég reyni til dæmis að skila þegar að fólk segir alheiður, og ég lærði orð sem í mínum huga ætti að vera aðalheiður og ég heyri alheiður, Sigurður, hvað Sigurður? Sigurður, ok. Þannig að þetta eru náttúrulega breytingar sem komu líka í færisku til dæmis. Sigurður varð sure á færisku og þetta mun gerast sennilega á íslensku líka, það ekkert að gera í því. En það svolítið pirrandi, sko. En ég var að hugsa, þetta kannski góður tími til að lesa texta á forníslensku. Já, það ekki? Þannig að það var líka lesið í kvöldvökum, þannig að ég var aðeins að hugsa að lesa eitthvað. Ég komið með íslenskt fornrit í mínum síma, því að þetta nú tíminn. Sko, ég skal kannski lesa fyrst á nútíma íslensku svo að þið viti hvað ég að tala bla bla bla, þetta Njálssaga. Mörður hét maður, kallaður var Gíja. Hann var sonur Sighvats hins rauða. Hann bjó á Velli, á Rangárvöllum. Hann var ríkur höfðingi og málafylgjumaður mikill og svo mikill lögmaður að engir þóttu löglegir dómar dæmdir nema hann væri við. Hann átti dóttur eina Unnur hét. Hún var vænkona og kurteis og vel að sér og þótti sá bestur kostur á Rangárvöllum. Þið skiljið allt, vonandi. Og svo á svona 13. aldar íslensku. Mörður hét maður, kallaður var Gíja. Hann var sonur Sighvats hins ráða. Hann bjó á Velli og Rangárvöllum. Hann var ríkur höfðingi og málafylgjumaður mikil og svo mikil lögmaður að engir þóttu löglegir dómar dömdir nema hann væri við. Hann átti dóttur eina Unnur hét. Hún var vænkona og kurteis og vel að sér og þótti svo bestur kostur á Rangárvöllum. Hvernig þetta?
En þetta, hvernig finnst ykkur þetta? Ég svolítið forvitin. Svolítið eins og útlenska. Útlenska, já. Það er náttúrulega hreimurinn sem, þú veist, ég er ítalsku þannig að ég get ekki gert neitt í því, en hljóðin ættu að vera meira og minna rétt. Það er svona dreigið, svona að sé að vera að draga tungumálið. Já, og þetta er líka því að það voru löng og stutt sérhljóð á íslensku sem er mjög mikilvægt að bera fram sem hljómar svolítið skringilega. Ég meina á ítölsku gilda sama reglur á nútíma íslensku að það þarf að vera annarkvort stutt sérhljóð og lang samhljóð eða öfugt í átkvæði. En á íslensku var það ekki þannig að til dæmis rangárvöllum, það ætti að bera fram eins og rangárvöllum. Þetta ó er svolítið hljómar skringilegt en það var þannig. Á rangárvöllum og rangárvöllum. Sem er svo þetta er annars svona rytmi. En hérna ég er líka með svona elsta textan sem var skrifuð á íslensku og þið viti hvað hann er. Ok, never mind. Þetta er Íslendingabók Ara Fróða Þorgilssonar og þetta er ekki alveg kannski skiljanlegt en ég skal bara reyna. Íslendingabók gerði ég fyrst biskupum vorum, Þorláki og Katli og sýndi ég bæði þeim og Sæmundi presti. En með því að þeim líkaði svo að hafa eða þar viður auka, þá skrifaði ég þessa og við sama far, fyrir utan áttartölu og konungaæfi og jók því mér var síðan kunnara og nú gersagt á þessi en á þeirri. En hvatki missagt í fræðum þessum, þá skyld að hafa það heldur sannara reynist. Og þetta ætti að vera Íslendingabók, görða fyrst biskupum orum, Þorláki og Katli, og sundag bæði þeim og Sæmundi presti. En með því að þeim líkaði svo að hafa eða þar viður áka, þó skrifaði þessa og sama far fyrir utan áttartölu og konungaæfi og jók því mér var síðan kunnara og nú gersagt á þessi en á þeirri. En hvatki missagt í fröðum þessum, þó skuld að hafa það heldur sannara raunisk. Hvernig þetta? Þetta færiska. Þetta tungumáli ykkar, eða var einu sinni. Þannig að þegar að þið kvarti yfir því hvað börn eru að tala þessa dagana, þið verði kannski að pæla í hvernig þið talið miðað við hvernig íslenskan var á þessum tíma. Það var einmitt í dag, ég veit ekki hvort þið sáu það, grein sem að Þorgrímur Þráinsson skrifaði bara í dag eða gær, þar sem hann lýsir miklum áhyggjum af íslenskunni. Hann búinn að vera að fara inn í 10. bekki held ég, sýndist mér, og þau bara, hann segir að þau skilji ekki bara alls konar almenn orð. Þurfum við að hafa eins miklar áhyggjur af þessu og verið að tala eða erum við í miklu dramakasti? Það synd að Ítalir skilji ekki lengur latínu. Það hræðilegt. En svona þetta. Ég meina, þetta bara tímaspursmál hvenær Íslendingar munu hætta að skilja þessa texta. Það mjög sorglegt. Það má gera eitthvað í því, það má reyna. Það má reyna að kenna aðeins meira, styrkja kennslu og svo leiðis, en þetta eitthvað sem mun gerast. Mér finnst persónulega hræðilegt. Ef ég væri Guð, ég myndi breyta þessu strax, af því að mér finnst mjög gott að fólk gæti lesið þetta efni og fagna líka því, en hvað ég segja, svona þetta bara. Ég meira svona áhyggjufullur að íslenska sé að tapa í ferðaþjónustu, til dæmis. Ég var að rífast við fólk í morgun á Facebook yfir þessu, því að ég líka með hóp
þar sem fólki getur rætt þú veist, ferðir á Íslandi og allt þetta saman og það var einhver sem var að pósta myndir af Fellsfjöru Eystri, eins og hún heitir á íslensku og þessi maður sem Ítali kallaði fjöruna á ítölsku Diamond Beach og ég var svo reiður og ég sagði ok, það má ekki nota enska heiti í þessum hópi. Það bara bannað, því að við verðum að, þú veist, að gera okkar hlutverki. Ég veit að þetta hljómar ræðilegt og það pirrandi og bla 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 þegar maður vanur því að segja Diamond Beach, en hún heitir ekki það og þetta arfur Íslendingar og við sem gestir ættum, þú veist, að gera eitthvað í því, þú veist, að varðveita örnefni og allt þetta saman. Þannig að núna líka farið að kalla Sigöldu gljúfur The Valley of Tears, akkurat. Bara, hvað kom þetta kjaftið? Já, hvaðan kom það? Þetta bara leti. Og ég held að þetta sé líka partur af því að Íslendingar halda, eða hélt einu sinni, þetta var náttúrulega þjóðerni sinni, að íslenska svo erfitt ekki fyrir alla, þetta bara fyrir Íslendinga. Útlendingar bara of heimskir til að læra þetta svona flókið tungumál, þetta bara ekki hægt. Og svo byrjaði fólk að, þú veist, að búa til önnur nöfn til að lýsa stöðum á landinu. Ég held að þetta hafi byrjað svona. Sem, þú veist, mér finnst bara mjög heimst í rauninni af því að ég búin að reyna margoft að láta Ítala bera fram ekki bara Eyjafjallajökull sem öllum finnst svo flókið og það það ekki. Ég reyni alltaf að kenna fólk að segja aðstoðar yfir lögregluþjónn og það tekst. Þannig að þú veist, það hlýtur að vera hægt að kenna fólk að segja Fellsfjara í staðinn fyrir Diamond Beach eða eitthvað svona, en þetta bara leti. En mér finnst persónulega grafalvarlegt þegar ég að vinna og ég heyri að það eru 60-70 ára Íslendingar sem segja já, ég að fara í Diamond Beach í dag. Þetta ekki gott. Þetta svo rétt hjá þér, þannig að verður ekki bæði haldið og sleppt. Við verðum að velja og svo leggja okkur fram, standa með tungumálum okkar og takk fyrir að gera það, af því að annars hverfur það. Og ef við tölum bara ensku, þá líðum við undir lok. Já, af því að málið og ég ekki að dæma neitt, en fólk latt og það eðlilegt. Þú veist, lífið mjög flókið og orkan okkar takmörkuð, við getum ekki spáð í öllu. Þannig að ef það bara einfaldara og kannski, þú veist, kostnaðarsamt að bara tala ensku, fólk bara að fara að gera það. Það þess vegna mér finnst mikilvægt að bara nota íslenskuna eins mikið og hægt og stundum finnst fólk bara hverju þú að kvarta yfir því að enska sé efst þú veist, í flugvellinum eða þú veist, Já, ég meina, ég skil. Það lítur ekki út fyrir að vera stórt mál, en þetta bara lítið partur af miklu stærra vandamáli sem við ættum að bregðast við á hverju einasta degi. Þannig að, ég meina, á Ítalíu til dæmis, þið vitið ekki það kannski, en það voru fyrir 30-50 árum síðan kannski 20 tungumál sem var ekki hægt að skilja. Þannig að pabbi minn var fæddur fyrir norðan og mamma mín fyrir sunnan og mamma og afi frá Norður-Ítalíu gátu ekki skilið afa og ömmu frá Suður-Ítalíu. Nema þeir væru að tala ítölsku, þú veist, sem þeir lærðu í skólan. Þetta var eins og enska fyrir þau. Og núna eru 50 ár liðin og flestir geta ekki talað þessi tungumál lengur. Og þetta voru tungumál með bókmenntir líka. Það voru ljóð, það voru skáldsögur, tónlist og þetta allt horfið. Ég meina, þetta skráð í bókum, en það mjög sorglegt af því að öll þessi tungumál endurspegluðu öðruvísi samfélög, hugarför og bara alls konar sem finnst ekki í ítölsku. Því að þetta náttúrulega svona lingua franca. Þetta ítalska var sköpuð af höfundum í margar aldir sem valdu það sem var fallegasta
og grunnurinn er náttúrulega mállískan sem töluð var í Flórens á 13. öld, 14. öld. Og mér finnst þetta persónulega sorglegt. Ég hélt áfram að tala, hvað ég kalla þetta, langbarðalensku, sem er tungumáli afa og ömmu. En núna er amma mín í hjúkrunarheimili. Ég get ekki talað langbarðalensku með neitt. Ég meina það er Rico hér, hann talar ekki langbarðalensku. Þú skilur það samt. Ég meina, þú veist, það er bara tímaspursmál. Eftir 2 kynslóðir, horft. 20 tungumál, búið. Þannig að þetta tekur ekki langan tíma. Bara, þú veist, 1 eða 2 kynslóðir eru nóg. Þetta er líka hér á íslensku. Já. Íslendingar, fólk í Reykjavík tala öðru sig heldur en fólk á Norðurlandi og þá voru að tala málískur og á Vestfjörðum. Þetta er, og fyrir austan, það talaði alls konar orð sem ég kynntist fyrir austanland sem ég hafði aldrei á nokkur sem veit, sko. En því miður er þetta verða já, minna afgerandi. Já. Þetta er náttúrulega fullt af málískum sem tapar þarna. Og þetta er áhyggjuefni. Það ætti að vera eitthvað í því. En eins og út á Ítalíu er áhyggjur af þessu, er verið að gera eitthvað í skólakerfinu til þess að reyna að halda þessu? Sumstaðar, af því að það eru, sko, þetta var alltaf vandamál á Ítalíu af því að Ítalía var sköpuð á 19. öld. Það var aldrei Ítalía sem þjóð. Það voru margar þjóðir á Ítalíu en þú veist, það var mjög erfitt að taka allt saman en það eru sumar þjóðir sem kannski voru með aðeins meira stolt, eins og til dæmis í Sardíníu. Sardínska er töluvera tungumál og hún er töluð líka í sjónvarpinu þar. Það eru margir sem eru að nota sardínsku hverjum einasta degi. Það var einu sinni þannig í Feneyjum að, ég meina, ég veit ekki hvernig að kalla þetta feneyska. Ég meina, hún er jafn gömul og ítölsku. Ég meina, fólk fór að skrifa fallegar bókmenntir á 13. öld á feneysku og hélt áfram og ég meina, Feneyjar var svona land, lýðveldi í 1000 ár, sjálfstætt lýðveldi. En svo ákvaðum við á 19. öld að fara allir saman og það var hættulegt að tala mismunandi tungumál og því að þessum tíma fólk hélt að 1 tungumál, 1 þjóð. Það var ekki hægt að hafa 1 þjóð og fleiri tungumál, þannig að það var gert mjög lítið úr þessum tungumál. Fólk fór að kalla þau bara mállískur. Þær eru ekki mállískur af því að fólk getur ekki skilið neitt, þetta eru bara tungumál. En hérna núna er þetta aðeins að breytast af því að það eru margir sérstaklega mjög menntaðir sem ákváðu að læra og að tala. Þetta er mjög athyglisvert af því að þegar ég var lítill þá voru sérstaklega gamlir ríkisborgarar sem töluðu þessi tungumál og núna er þetta fólk að mestu dautt og svo koma yngri fræðimenn sem ákváðu bara að læra þessi tungumál á ný og nota þau og ég meina, ég lærði frá ömmu og afa og ég ákvaða bara að halda áfram að tala í símanum með ömmu og svo er líka fólk sem er að fara að skrifa, gefa út bækur af því að þetta er arfur, það eru mörg orð sem eru mjög sérstök og falleg og listræn sem eru ekki til á ítölsku. Og það er náttúrulega flott að fólki getur líka skapað list, tónlist, ljóð og allt þetta á þessum tungumálum. Sumstaðar er farið líka að kenna börnum í skólum. Það er líka búið að setja skilti á vegunum, þú veist, á ítölsku og á því tungumáli sem er talað á því svæði. Þannig að það er margt sem er hægt að gera til að snúa við. En þegar að maður er komið svona langt, þá er mjög erfitt. Þess vegna það er mikilvægt að byrja snemma.
verja tungumálið okkar. Já. En ég segi líka alltaf, þú veist, það hefur aldrei verið eins margir í heiminum sem töluðu íslensku áður. Núna eru það bil 400.000 Íslendingar. Ekki allir tala íslensku, en Íslendingar voru kannski 20, 30, 50.000 á 13. öld. Þannig að þetta líka eitthvað jákvætt, en eins og ég sagði, það tekur bara eina, kannski 2 kynslóðir til að bara eyða öllu. Þannig að margir, já, það er jákvætt núna, en þetta þýðir rauninni ekki neitt fyrir framtíðina. Nei. Þannig að það þarf að pæla í því, undirbúa sig. Já. En ég veit að það er alveg örugglega allir hérna inni með einhverja spurningar sem ég vil spyrja þig. Áður en við bara, ekki orðið frjálst, þá langar mig svo að því að við erum hér á kvöldvöku, er það ekki? Var þetta ekki kallað það? Getur lýst fyrir okkur bara svona hefðbundinni kvöldvöku á þessum tíma? Já, sko, þetta var náttúrulega ekki alltaf það sama í öllum heimilum, en þetta byrjaði, þú veist, fólk var allan daginn að gera hluti og kannski laga dót og bla bla bla, og svo var dimmt úti og það var kannski stúlka sem var með svona hlutverki að kveikja ljós. Þetta var náttúrulega lampi, þeir notuðu lýsi. Það er náttúrulega út af því að lýsi heitir svona, það var notað til að búa til ljós. Og svo var fólk bara, þú veist, annarkvort áfram að vinna eða gera eitthvað, eða að bara spjalla sama. Að gera húslestur var líka mikilvægur partur af því. Þetta voru náttúrulega svona postillur, hvernig þetta borið fram? Eins og postillur, akkúrat. Þetta voru predikun og fólk sem gat ekki farið í messu, þá gat lesið Biblíu og svo líka skýringar í rauninni saman, og svo var eitthvað svona hljóðfæra sláttur, sagnaskemmtun. Það var kannski einhver sem gat lesið, sem las frá handritum. Ef það var enginn sem gat lesið, þá var hægt að yrkja rímur sama efni og forsögur, þannig að það var einhver sem var að syngja rímur sem eru varðveittar, náttúrulega. Og svo ég held þetta áfram í rosalega langan tíma, og kannski voru börnin að leika sér á gólfinu, var einhver kannski, þú veist, að hvísla eitthvað svona slúður án þess að láta sig vera heyrt, og svo kannski var einhver sem gat spilað á langspili, og þetta var ekki náttúrulega, það var ekki dagskrá eða neitt svoleiðis, þetta gat verið svolítið spontant. Kannski var einhver svona leiðinlegur maður, leiðinlegur húsbóndi sem vildi hafa þetta, þú veist, á ákveðin hátt, en yfirleitt var þetta mjög spontant, eins og ég vona að þetta kvöld hafi verið hingað til. Þannig að við kannski spila eitthvað meira. Já. Mjög sveitalegt, er það ekki? Höfum við rými fyrir að fá smá spurningar og saman, ekki? Já. Er það ekki? Við erum í baðstofunni, Já. það tala maður saman. Já, Líkur endilega. ekkert á. Nei. Kvöldin eru löng á þessum tíma. Þegar þú talar forn íslensku, Nei, ég tala fyrir íslensku líka, en ekki enn. þegar þú ert að lesa upp texta eins og að lesa ekki náður, hvað hefur fyrir þér með framfylgir? Hvernig veistu að þetta var svona?
Ég elska þessa spurningu. Sko, það eru margar leiðir til að vita hvernig framburður var á ákveðnum tímapunkti í fortíðinni. En kannski aðalleiðin að sjá hvernig stafsetningin var. Af því að á miðöldum var ekki eins og núna, það var skólakerfi sem kenndi börnum að skrifa á ákveðin hátt. Þannig að fólk skrifaði svolítið eins og það talaði, bara til að gera þetta einfalt. Þannig að eins og ég var að segja áðan, ef að fólk fór að segja engin í staðinn fyrir engin eins og það var til forna, þá byrjaði á ákveðnu tímapunkti fólk að skrifa af því að svona var frambúnduri. Eða ég get gefið þér mörg dæmi, fjö. Var skrifað á 13. öld eins og núna, F og langt E, en það var borið fram fe. Og svo var það að fe. Og þegar það var að fe, þá fór fólk að skrifa FJE. Og svona var þetta, þú veist, til, ég veit ekki, 17. og 18. aldar, þegar að fólk ákvaði í rauninni að fara aftur að skrifa eins og það var gert á 13. öld. En eins og ellir, það voru vellir. Já, sko, þetta velli var borið fram velli á þessu tímapunkti og kannski velli á 13. öld og á 14. öld breyttist framburðurinn í þetta kallast t-innskot. Og við séum það í orð eins og jarl, af því að jarl var borið fram jarl, eins og það skrifað, og svo var það jarl og svo bara jall, eins og við séum núna karl, það getur verið borið fram kall, þannig að r-ið dettur niður. Og fólk fer að ruglast í stafsetningunni og skrifa jall með 2 ellum, jall, skilurum. Þannig að við séum þar að þetta var borið fram eins og velli. Af því að stafsetningi saman. Þannig að jall, velli. Og svo þetta gerist aðeins seinna, það líka innskot í RN og þannig að einn skrifað eirn. Því að fólk heldur að þetta eirn. Og stundum forn skrifað með d, forn. Þannig þetta sést. Og svona við vitum alltaf að fólk ekki að fara að byrja strax þegar svona breytingar koma. Þannig að við séum kannski í byrjun 15. aldar að eitthvað byrjar að breytast í skriftinni, þá vitum við að fólk fór að tala aðeins öðruvísi kannski 20, 30, 40 árum fyrr. Af því að fólk mjög íhaldssamt. Þannig að líka á miðöldum fólk, þú veist, þeir voru með eldri bækur og þeir reyndu að afrita og að nota stafsetningu sem var nákvæmlega það sama, en stundum ræður fólk ekki við sig. Þannig að ef þú ert að lesa jarl en þú ert að segja jall, já, þetta hlýtur að vera ránt, jarl, hvað þetta? Ég skal bara skrifa jall. Svona gerist þetta og svo getum við rannsaka hvernig framburðurinn breytist. Það ekki spennandi? Þetta var starfið mitt í mörg ár, sko. Mjög, mjög spennandi. Bara sjá hvernig fólk skrifa, þetta vitlaust. Já. Mér langar að þú fórst að tala 10 ár í paradís. Og við síbúarnir, ég ekkert vissum að við tölum landið okkar sem paradís. Við kvörtum með þessi rók, rigning og kallt og alls konar. Við viljum öll fara til Ítalíu. Hvað er það sem dregur fram hjá þér myndin paradís þegar þú hugsar Ísland? Sko, mér líður bara vel yfir höfuð á Íslandi. Ég meina það margt sem ég get sagt frá, en ágrip væri, þú veist að ég var fæddur á vitlausum stað, af því að það eru margar samfélagslegar reglur á Ítalíu sem mér finnst persónulega, ég vil ekki segja asnalegar, en ég ekki svona manneskja
og mér leiði alltaf ekki illa, en þú veist, ég passaði ekki alveg, ég var alltaf að hugsa, af hverju fólk svona og af hverju verður það að vera þannig, og svo kom ég hingað og ég fann einhvern veginn fólk sem mér fannst miklu einfaldara að hafa samskipti við. Þannig að, og ég minna það eru mörg dæmi sem ég get gefið þér, og einn að sérstaklega á Norður Ítalíu, þetta ekki la dolce vita eins og fólk heldur, það þú veist, fólk að vinna mikið og að gera allt hratt og vel, og þetta náttúrulega flott af því að þjónustan miklu betri til dæmis á Norður Ítalíu frekar en hér, en það eru kostir og gallar eru að fólk alltaf stressað. Og stressað fólk leiðinlegt og dónalegt fólk. Þannig að ef ég fer, Lára veit þetta mjög vel, ef ég fer í kaffihús í Mílanó og þú veist, stundum þarf að borga fyrir fram og stundum eftir, og ef þú gerir það vittlaust eða þú veist ekki frá því, þá fólk svo dónalegt. Þú ferð að panta og segja mér langar í espresso. Þú verður að panta fyrst, þú verður að borga fyrst. Bara, já, sorry. Og svo ferð þú í annað kaffihús seinna og þú ferð að borga fyrst. Nei, þú verður að panta fyrst. Þú veist, þú gerir það aldrei rétt og það svo mikið stress. Og þú veist, ég held að fólk væri bara yfirleitt svona, og svo kom ég hingað og þú veist, allir á Íslandi, svona upplifði ég þetta, alltaf svo, þú veist, sultuslakir, þú veist, alltaf að brosa, og ég meina það tekur kannski 20-25 mínútur að laga espresso, en ég get beðið, það liggur ekkert á, að því að ég sjálfur, eða þú veist, mér finnst betra að vera sultuslakur. Þannig að ég vil reyndar bíða meira, en ekki hafa samskipti við einhver sem svo stressaður og reiður. Þannig að þetta var bara eitt, og svo líka á Ítalíu notum við mikið svona titla, þannig að það þarf alltaf að muna, þetta doktor, verkfræðingur, lögmaður, pípari, eitthvað. Og svo við líka mikið að þéra, sem mér fannst alltaf óskiljanlegt. Ég þurfti að byrja að þéra þegar ég var 11, þegar ég fór í svona, það heitir miðskóli á Ítalíu. Og ég held að það væri bara bull, af því að pælingin var sú að maður að virða meira ef að maður að þéra. Og ég sá í sjónvarpinu allan tíma að fólk var að segja bara hræðilega hluti hvor við annan á meðan að þeir voru að þéra. Þannig að ég hugsaði, ok, þetta virkar ekki. Ég meina, það hægt að virða fólk og segja þú í staði fyrir þér. Þannig að, þú veist, allt þetta saman, það var bara mjög þreytandi að vera á Ítalíu. Þetta þreytandi samfélag, og ég meina, það getur verið spennandi fyrir annað fólk. Það fólk sem elskar að vera, þú veist, alltaf og mikið kaos, læti og bla bla bla, en ekki ég. En mér langar að vera í baðstofu, í raka og myglu, en spila á langspili, og svona ég glaður og kátur. Vertu velkomin. Takk. Já. Nú verður við miklu glaðar á Íslandi. Já, fyrstu haustlaðin og elsku mig. Ég meina, þetta var tilviljun, ég hefði aldrei fundið út ef ég hefði ekki komið hingað eina viku bara, þú veist, í heimsókn. Ég held ekki að Ísland væri þannig. Ég held, þú veist, að því að það alltaf svona stereotýpa að því meira maður fer norður, því meira fólk stift og bara fylgja reglur og tímabært og allt þetta. Og þannig ég held, ok, þetta eins og í Sviss eða eitthvað svo leiðis. En nei, mér fannst eins og ég væri á Suður Ítalíu eða eitthvað, þegar ég kom hingað, bara allt annað. Já, og það líka annað sem ég langar að segja, því allir alltaf að spyrja, hvernig hægt, þú veist að þú Ítalíu á veturna, það hlýtur að vera svo flókið fyrir því, og ég bara, nei, mér líður svo vel á veturna, en þetta bara spurning hvernig, þú veist, maður að bregðast. Ef þú alltaf inni, þú veist, þunglindur að hugsa að þið langar að fara út, að vera á torgi, að drekka aperitíf og bla bla bla, þú svo sannarlega að fara, þú veist, að vera vonsvikinn eða þunglindur eða eitthvað. En á veturna ég alltaf að hugsa, núna komin tími til að kveikja kerti, til að fá, þú veist, til að skipuleggja matarboð, til að fara í leikhús, til að lesa heima hjá sér, til að fá vini heim.
Þannig að þú veist, það margt sem hægt að gera á veturna sem gerir veturinn í rauninni eins spennandi og sumarið. Eða meira en það. Það þarf aðeins að hugsa öðruvísi. Þú ert ekki að hugsa, hvað ég að gera og hvað þetta erfitt. Nei, þetta bara annað. Þetta ekki sumar, þar sem ekki hægt að gera hluti sem maður myndi gera á sumrin. Þetta bara annað. Þetta vetur. Og baðstofukvöld? Baðstofukvöld, nákvæmlega. Já. En kannski eitt sem ég ætla að nefna áðan, af því að við vorum að tala svona hálfgerð minnumáttarkennd í Íslendingum varðandi menningunum sína og það maturinn alltaf bara, maður segir ekki frá þessu, bara þetta svo hræðilegt og þú bara með pizzur og ég bara með hrútspunga og þú veist, maður fer alveg í flækju. Fyrst og fremst var pizza einu sinni fyrir fátækt fólk og þetta sýnir, þú veist, hvað markaðssetning skiptir máli. Og ég skil ekki hvað Íslendingar voru að pæla þegar þau fóru að markaðssetja þorramat og allt íslenskt yfir höfuð af því að tungumálið flókið og það ekki hægt að læra það og maturinn hræðilegur og þú verður bara að reyna að smakka því að þetta einhvers konar, hvað segir maður, svona áskorun. Hefð, já. Já, þú veist, og það þarf ekki að vera þannig af því að það til dæmis komið í tísku á Ítalíu að borða bara allt þetta ógeð, þú veist, þarm og það heitir núna lampredotto í Flórens og lampred náttúrulega áll, en þetta ekki áll, þetta þú veist, maga, svona, já, akkurat. En eins og ég sagði, þarma, já. Og þetta markaðsett eins og gæti eða eitthvað fínt og fólk að kaupa það. Og ég gerði tilraun sjálfur með hákarl, margoft. Ef að þú segir við fólk, heyrðu, þetta bara eitthvað viðbjóður, þetta hræðilegt og þú verður að prófa þetta og sjá hvort þú getur, þú veist, hvað segir maður, svona kynnt. Já, þá náttúrulega fólk að fara að æla, það hræðilegt. Ég fór að segja, þetta eins og gráðóstur, eins og gorgonzola. Það eru mörg börn sem smakka þetta í fyrsta skipti og þeim finnst þetta bara hræðilegt, en eins og við Ítalir vitum gorgonzola mjög fínn ostur. Þannig að þetta eitthvað svipað, þú veist, það þarf aðeins að læra að kunna meta hákarl, en þetta bara svipuð upplifun. Svo fara þessi Ítalía að smakka. Já, þetta reyndar gott. Og ég meina, sviðasulta, hún líka til á Ítalíu. Þetta var náttúrulega matur sem fólk borði hverju minnasta degi. En á Ítalíu voru til krydd eins og steinselja sem var kannski ekki til á Íslandi, en það margt af nútíma ítölskum uppskriftum sem eru alls ekki eins og þær voru upprunalega því að það komið nýtt efni, þú veist, hráefni og svo leiðis. Það væri hægt að bera fram hrútspunga, sviðasultu, magál og bara allt þetta þorramat á, þú veist, nútíma hætti. Með basilíku, já, eitthvað, þú veist, eitthvað krydd sem til á Íslandi, ég veit ekki, það svona hundasúru, já, blóðberg, já, ég meina það margt sem hægt að gera, en fólk aðeins að hugsa, við verðum að nota góðan fisk og bara luxus, svona fillet, hvað heitir þetta á íslensku, gleymdi ég orð? Já, akkurat, en ég meina það líka hægt að gera eitthvað gott og sérstakt og dýrt með svona hráefni. Ég að tala þorramat. Þetta þarf ekki að vera bara, þú veist, viðbjóður sem fólk verður að smakka eins og áskorun eða eitthvað. Þegar að fólk kemur hingað í heimsókn. Þetta getur verið góður matur. Og hann það í rauninni. Þetta eins og þegar maður var að vinna í fiski og tók þunnildin af fiskinum sem voru útötuð í ormi og þetta var sendt til Frakklands og notað sem delicacy. Ok. Og við vorum einmitt alveg bara á ælinu. Ég meina, í mínum heimabæ, Frakklandi var þetta ælinu. já, alveg rétt.
Í mínum heimabæ borðum við froska og snigla, þannig að í fínum veitingastöðum. En Roberto, við viljum fá þig í Íslandsstofu. Við viljum að þú markaðist eitthvað. Sko, ég er búinn að reyna að vera í samband, en þetta tókst ekki einhvern veginn. Þannig að ég skal bara reyna aftur kannski. Kveðjur frá Hannesson. Já. Já. Þannig að já, sjálfstraust vantar en það er hægt að efla það. Já. Það sem sagði áðan að skipta máli að gætar eru sérfræðingar og vita mikið. Ég þekki einmitt mjög mikið af gætum sem bara Sem vita ekki neitt. tala ekki eins og íslensku, hafa búið hérna kannski 5 ár. Þess að það gefur svolítið vandamál. Já, Bara vinna vinnuna en er ekkert svona passionate og ég veit. frekar sama. Já, sko það er mjög sorglegt. Ég sé þetta á hverjum einasta degi. Ég er stundum á hótelum og ég heyri einhver sem er kannski ljósmyndari frá Ítalíu eða frá öðrum löndum sem býr ekki hérna, sem er að bara búa til hluti. Bara að ljúga í rauninni og það er ekkert sem ég get gert. Já, ég man einu sinni að það var maður sem var að segja að kindur eru teknar út í Mars á íslensku bóndabæjun. Mér langaði svo mikið að segja það er vetur á Íslandi í Mars. Það er ekki komið vor, þetta er ekki Ítalía. En ég gat ekki sagt, nei, það hefði verið svo dónalegt, ég meina, þú veist. En já, það eru ekki nóg margar kröfur og þetta er líka vegna þess að það eru of fáir leiðsögumenn. Þetta er líka stór partur af því. Þannig að fólk er ekki, þú veist, að kvarta yfir gæði eða neitt svo leiðis af því að það væri ekki hægt að gera neitt annað. Þannig að, sko, ég myndi samt reyna að gera mitt besta. Ég gæti sjálfur, þú veist, bara sleppt því að vera góður leiðsögumaður, bara gera bara eitthvað basic og ekki, þú veist, að því að ég fer stundum með langspili og ef að ég get, ég spil í Torfhúsum, einu sinni gerði ég þetta í Laugarvatnshelli og þú veist, þetta er bara eitthvað sem gerir upplifuna betri en það er bara ekki hægt að tryggja allir leiðsögumenn séu þannig, ég meina, það er bara vonlaust, því miður. Það ætti kannski að tala við stórfyrirtæki í ferðaþjónustu ég meina það eru svona fyrirtæki sem eru að reyna að gera eitthvað kynnisferðir til dæmis. Þau vilja ekki fá leiðsögumenn nema þau séu með svona annarkvort skírteini frá leiðsöguskóla eða sérfræðingar í einhverju. En stundum eins og ég sagði er bara óverfitt að finna fólk sem talar ákveðin tungumál eins og ítölsku. Þannig að ég er bara að gera mitt. Ég veit að þetta eru bara dropar í hafinu, en betra en ekkert. Það er bara að framlega þig. Dropinn hóla stein. Sko, ég er búinn að dreifa náttúrulega svo mikið, þannig að ef að fólk langar að læra meira, það er bara hægt að gera það. Það er bara spurning vilja. Stundum vantar vilju, en ég get ekki gert neitt í því miður. Var ekki gaman að hitta hérna? Þannig erum við heppin að fá svona gott fólk til Íslands. Meira en við. Miklu meira við. Eigum við að gefa ykkur rosalega gott klapp? Takk hérlega. Viltu bæta einhverju við? Ég skal bara spila annað áður en við förum. Eða er þetta orðið leiðinlegt? Ætli ekki öll að